sæl og blessuð og velkomin á samkomu United í veginum. Við ætlum að spila nokkur lög, við ætlum að lofa Guð og fyrsta lagi sem við ætlum að spila fyrir hennan yndislega Guð okkar heitir The Blood og þetta eitt af mínum uppáhaldslögum. Þetta lagi sem ég spila nánast alla morgna þegar ég vakna og út af því að þetta eiginlega bara lýsir nákvæmlega það sem gerðist þegar ég kynntist Jesú Kristi og hvað það getur verið ótrúlega gott að fá bara nýjan tilgang, nýtt líf, nýtt tækifæri og bara hugafarið, bara allt breytt. Og já, ég mæli með þið, fylgist með textunum, endilega standið upp, lofið Guð saman. Viltu þú segja eitthvað? Já, mér langar bara að segja að hvetja okkur öll til þess að bara svona beina sjónum okkar að honum í kvöld. Við erum komin ykkar saman, við erum hvað sem er mætt, ef við þá ekki bara gera þetta almennilega, ef við þá ekki bara setja augu okkar á hásætið, á konunga og lofa hann, svo spjöllum við bara eftir samkomu hvað Guð er góður, er það ekki? Wow. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir nærveru þína, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Drottinn minn og Guð, ég þakka þér fyrir allt það sem þú hefur gert í lífum okkar. Faðir minn og Guð, ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem er hér inni í kvöldum. Við bara beinum sjónum okkar að hásæti þínu og við bara einbeitum okkur á þér. Skapari heimins og jarðar, konung og konunga. Þú átt skilið alla okkar athygli, Drottinn. Og við gefum þér hana í kvöld. Amen. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah. No, it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the
striving for acceptance, let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy, righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, redeemed? Let me tell you, it's only by the blood. It's only by Jesus. It's only by Jesus. It's only by Jesus. Halleluja. Amen. Velkomin á samkomu, gaman að sjá okkur öll hér í kvöld. Það er ekki að rísa á fætur, það er bara rosalega nærvera Guðs. Maður upplifir bara að Guð vill snerta við fólki hér í kvöld. Við erum með bænarefni nokkuð sem að leggja fram hér í kvöld. Það var hópur af fólki núna út í Þýskalandi á ráðstefnu og einn af þeim heimleiðinni í millilendingu London veiktist hastarlega og er búinn að vera á sjúkrahúsi þar og við ætlum að biðja fyrir honum og bara fullkomni lækningu í honum. Við erum öll líka með okkar bænarefni, okkar hjarta. Ég er með bænarefni, mínu hjarta og það sem við gerum við lyftum upp til Drottins. Hann er trúr og hann er réttlátur, hann grípur inn í líf okkar, hann er með allt undir stjórn ef við leyfum honum það.
og við ætlum að leyfa honum að gera það í kvöld. Bara Faðir, við þökkum þér fyrir náð þína, fyrir miskunn þína, Drottinn, þökkum þér fyrir að þú ert trúfastur og yndislegur Faðir. Við leggjum yndislega bróður okkar Einar í þínar hendur, Drottinn, við þökkum þér fyrir hann, Drottinn, þökkum fyrir það sem þú hefur verið að gera í hans lífi. Og við biðjum bara, Drottinn, að þessi veikindi sem eru núna, Drottinn, það megi bara koma fullkomni lækning, þú nú þegar hafið hana. Og við bara köllum bara algjört heilbrigðin í líkamanns, Drottinn, í Jesú nafni. Og honum verði fært að fljúga heim á morgun, Drottinn, og ég bara þakka þér fyrir, Drottinn, að þú heldur utan mann og það fólk sem í kringum og það Drottinn minn, í Jesú nafni. Við biðjum líka fyrir öllum bænarefnum sem eru á okkar hjarta, allir sem eru hér inni, fólk sem eru að berjast í misjafnum hluti, fólk sem eru að berjast í fíkn, fólk sem eru að berjast í ótta eða kvíða, tilgangsleysi. Og ég biðji bara, Drottinn, að þú megi koma inn í þessa kringumstæð, megi þetta vera svona umbreytandi kvöld fyrir okkur. Biðjum líka fyrir þeim sem eru hér inni og eru ennþá í neyslu. Gott að þú ert hér í dag. Takk, Drottinn, að þú heldur utan, að þú hjálpar þig og þú styður þau, styrki, Drottinn, snerti við hjarta þeirra, Drottinn. Megi þau horfa til þín og treysta þér fullkomlega fyrir lífi sínu. Í Jesú nafni ég bið. Amen. Amen. Ég er rosalega spenntur fyrir þessu kvöld. Ég held að Guð ætlar að snerta við fólk hér í kvöld. Hún Laufey ætlar að tala til ykkur og ég er rosa spenntur að heyra það. Hún á bæði orðið, hún á líka alveg magnaða vitnisburð í sínu lífi og við skulum vera tilbúin að taka móti sem Guð með fyrir okkur hér í kvöld. Síðan ætla ég að minna líka á samskotin. Það kostar pening að vera hérna, gott að taka þátt í því. Það er posi hérna aftast og fata fyrir þau sem vilja styðja við bakið á okkur og hjálpa okkur að halda út í starfinu. Og síðan erum núna í pípunum, það er að fara í 3 daga út úr bænum. Það er ekki alveg búið að koma dagsetningar á það en við tilkynum það betur og ég hveti ykkur til þess að koma þangað. Það er magna að sjá að við gerðum þetta mikið hérna áður fyrr, fórum í þessar ferðir, að það fólk sem nú ennþá er að starfa í starfinu eða er trúfast í kirkjunum út allt land, er fólk sem fór í þessar ferðir, að því það er bara óbúslega gott að fara og dvelja með fólki sem eru á sama stað og þú, fá uppörun, fá styrk, fá kennslur á orðinu, biðja saman og styðja við baki á hvort öðru. Bara verið með opin augu og eyru fyrir því þegar það kemur. Í Jesú nafni. Við ætlum að taka lag sem var svolítið langt síðan við tókum, alveg held ég að vera 2 ár. En ég fekk þetta lag á heilan einu sinni og ég tengdi bara svo rosalega mikið við þetta og svo var ég á leiðinni út á fimmtudaginn og þetta og eitt annað lag var eina sem var búið að downloadast í símanum mínum. En ég hlustaði á þetta svona 3 sinnum, örugglega oftar sem þar. En þá myndi ég bara eftir því hvað Guð er búinn að gera í mínu lífi, því ég hlustaði mikið á þetta lag á tímabili þar sem að ég var einhvern veginn að missa allt sem ég átti. Og viðlagið segir, þó að ég missa myndi allt, það skiptir ekki máli. Það eina sem ég bið það er Jesús. Og ég var bara svona uppfull af þakklæti fyrir því sem að Guð hefur gert og því sem að Guð er að gera. Og mér langar bara að við tökum þetta saman. Textinn, þetta er á íslensku. Þetta er bara svona mannlegur texti. Það segir í versinu að ég er búin að reyna margt og ég efaði allt, en samt var Guð þar. Í efasemdum mínum, þegar ég var út í heiminum að prófa, þegar ég var að gera eitthvað sem ég átti ekki að vera að gera, þá var Guð samt með mér. Hann var samt nálægur. Ég eltist við vind og ég féll fyrir synd, en sá svo að mér. En þú ert besta gjöfin, Guð er besta gjöfin. Jesús er svarið, Jesús er allt. Amen.
hver stenst ást þína Guð, ekki nei. Þó að ég missa myndi ég treyst get á þig mér halda skal. Ég treysti á þann sem bregst mér ég bið Jesú, meira af Jesú. Ég hef margt reynt, ljóst bæði og leynt og fengið nóg. Mestur þú ert, bestur þú ert, þig einan ég vil. Þú ert besta gjöf hér á jörð, hver stenst ást þína Guð, ekki nei. Þó að ég missa myndi ég treyst get á þig mér halda skal. Ég treysti á þann sem bregst mér ég bið Jesú, meira af Jesú. Jafnvel hulin ertu mér, þá treyst get ég hendi þinni hér. Það aðeins eitt sem ég þarf mest, ég bið Jesú, meira af Jesú. Öll mín von, allt mitt traust á þig. Allt mitt líf, gleði mín Jesús. Öll mín von, allt mitt traust á þig. Allt mitt líf, gleði mín Jesús. Öll mín von, allt mitt traust á þig. Allt mitt líf, gleði mín Jesús. Öll mín von, allt mitt traust á þig. Allt mitt líf, gleði mín treysti á þann sem bregst mér ég bið Jesú, meira. Þó að ég missa myndi ég treyst get á þig mér halda skal. Ég treysti á þann sem bregst mér ég
treyst get á því mér halda skal. Ég treysti á þann sem bregst mér. Ég bið Jesú, meira af Jesú. Meira af Jesú. Meira af Jesú. She never fails me. All my years I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. Syngjum saman. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of your voice, you have led me through the fire, darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. 'Cause I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
of the goodness of God. Yes, sir. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Tack Jesus, tack Jesus. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. He's been good to me. Yeah. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. He's been good to me. I can't believe it. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. Yes, sir. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. Yes, yeah. He's been good to me. Syngið saman. I can't Og kom fast.
can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. He's been good to me. Mér langar að fá alla til þess að hugsa eitthvað eitt moment. Það sem að Guð svaraði bæn, eða það sem að þú fannst fyrir kærleika Guðs, eða fannst fyrir nærveru hans. Hvað sem það bara eitthvað eitt sem að minnir þig á bara vá hvað Guð er góður. Það getur verið bara að þú hittir eitthvað sem að þig langaði að hitta. Getur verið eitthvað risastórt, það getur líka verið bara eitthvað hversdags, skilur. Þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað risa. En bara finnum eitthvað núna og setjum það í huga okkar. Já, ég man þegar ég var þarna á þessum stað og Guð mætti mér. Ég man þegar ég var búin að biðja og biðja og þarna fékk ég bænasvarið mitt. Þegar þessi brosti til mín. Þegar ég fann kærleika Guðs. Ég man þetta. Eða ég man að þegar ég fekk símtalið sem sagði góðu fréttirnar sem ég var búin að bíða eftir. Þegar ég fekk að hitta börnin mín. Hvað sem það kann að vera. Þegar foreldri hringdi. Þegar að vinur hringdi sem var ekki búin að láta heyra sér langan tíma. Verðið með þetta? Verðið með þetta? Já. Og hugsum þetta og lofum Guð frá þessum stað. Takk Jesus fyrir það sem þú hefur gert í lífum okkar. Takk Drottinn fyrir kraftaverkin sem þú hefur gert í lífum okkar. Takk fyrir bænasvörin sem þú hefur gert í lífum okkar. Drottinn, þótt við sjáum það ekki alltaf, þá ert þú samt alltaf að starfa. Þótt ég sjái það ekki með augunum mínum, eða finni það ekki í anda mínum, eða raunveruleiki minn segir mér annað, þá ert þú samt aldrei hættur að starfa. Þú ert alltaf að vinna á baku tjöldin, það er bara hvernig þú ert. Þú ert bara þannig Guð að þú stoppar ekki. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Faðir minn og Guð, ég bið fyrir þeim sem að eiga erfiðara með að finna þennan stað, sem að eru kannski í myrkrinu eða í fíkninni, Drottinn. Faðir minn og Guð, bara komið fram fyrir hásætið þitt og við lyftum þeim einstaklingum upp. Við þökkum við fyrir að einn daginn, bráðum, munu þau geta horft tilbaka og hugsað, þarna var Guð, þarna var Guð. Þarna var Guð. Og syngjum saman. I can't believe how good the Lord is. He's so good. I can't believe how good the Lord is. He's so, so good. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. He's been good to me. Einu sinni. I can't believe how good the Lord is. Takk Jesus. I can't believe how good the Lord is. So, so good. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. He's been good to me. I've seen the giants that you've slain, everyone left in the grave, all the wars you won on my behalf. And I'll tell these stories to my kids, that they may see your faithfulness. May they not forget the goodness of God. I've seen the giants that you slain, everyone left in the grave, all the wars you won on my behalf. And I'll tell these stories to my kids, that they may see your faithfulness. May they not forget the goodness of God. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is.
He's been good to me. He's been good to me. I cannot help. I cannot help but give you praise when I remember who you are. I cannot help but give you thanks when I remember what you've done. I cannot help but give you praise when I remember who you are. I cannot help but give you praise when I remember what you've done. Guð er góður. Má heyra. Guð er góður. Guð er góður. Guð er góður. Hann er svo góður. Og hann er svo trúfastur. Ég hef fullt honum allt mitt líf og það er ekki eitt staður eða eitt tímabil sem ég hugsa hann klúðraður. Hann klúðrar ekki. Hann er fullkominn Guð og hann elskar þig. Góða kvöldi. Magna þetta lag og þetta sem varst að tala hérna að eiga einhverja minningu, Gunni, við eigum margar. Og mér var hugsað til þess þegar ég kom inn í kirkju í fyrsta skipti, ég var 24 ára, þá var Gunni 5 ára, held ég. Fyrir 35 ára síðan. Já, aðeins eldri. Heyrðu, en ég bjó hjá ömmu minni í Laufey í Grótaþorpinu. Það er einhver örfár hérna inni sem eru aldrei við mig sem að munna eftir ömmu í Grótó. Amma Laufey í Grótaþorpinu. Ég bjó hjá henni, ömmu, og takk Arna mín. Og ég með bráðvanta vasklas, en það ekki. Og við amma voru nú ekki mjög kirkjusæknar. Amma var að fullu í spiritismannum og rífa kjaft í borgarstjórnina og hún segir að já, hún gerði ýmislegt gott en hún var góð í að rífa kjaft og ég var eitthvað á bömmur. Ég var að koma úr minni 3. sambúð 24 ára búin að klessa seinna mótihólið mitt, ég er bara á 2 og var í ástarsorg og bömmur og reið út í lífið og mér finnst allir kallmenn vera fíbl. Sumir eru það. En ég var alveg samfærið að það væri allir. Og ég var meira svo að hugsa að snúa mig bara á konunum. Og það var svo slæmt. En ég sagði ömmu að út af því að hin amma mín sem var kristin, trúið, kenndi mig faðirvorið. Hún kendi mig faðirvorið, já, sem sagt. Og þegar mér leið illa þá bað ég faðirvorið til að sofna, til að líða aðeins betur. Og ég sagði ömmu Laufey, sem var ekki kristin, eða trúið, og hún sagði, heyrðu, ég veit að eitthvað fólk þarna upp í Mjóta biðja, fyrir þangað. Og afi átti grænan trabbat. Og hann var svo, stundum fór maður bara út og labbaði með frá trabbatinum. Hann var svo illa farinn, grænt trabbat, frá Grótaþorp og inn í Mjót. Hann var mjög langur akstur. Og afi var örugglega með kæfisvefn með hvað hann hraut rosalega í stofunni. Og amma átti erfitt með gang og þetta var upp á 3. hæð. Og við fórum upp á 3. hæð og þá áttaði mig á því að þetta var samkoma hjá kristnu fólki sem ákallaði Guð.
og ég var alveg bara mér langar ekki að vera þetta. Þetta fólk sem að tekur enga ábyrgð á lífi sínu og kalla bara Guð. Og ég var ekki að fara þá leið. En út af því að amma og afi voru búin að dröslast með mér frá Grótaþorpinu og yfir í Mjóddina á samkomu í veginum, þá ákvað ég það að ég myndi sitja fyrir ömmu og afa. Afi sofnaði fljótlega og byrjaði að hrjóta undir lofgjörunni og amma var alltaf að spyrja, sjáðu þennan, akkur stendur þessi, sjáðu hann með hendur upp í lofti og ég með henni alveg bara meira fólki. Nema þetta var svona minning sem ég ætlaði ekki að tala um hana, ég ætla að segja ykkur samt frá þessari minningu. Nema svo byrjaði predikunin og hún talaði beint inn í harða hjarta mitt. Og þar hófst ganga minn með Jesú fyrir 35 árum síðan. Og það er bara rétt rúmlega 35 árum síðan. Þannig að Guð sé lof fyrir það. En ég er búin að halda mig við Guð, Faðir minn á himnum, og lofa hann og elska Jesú og leyfa honum að elska mig alveg margoft og komið til hans tilbaka og ég hef aldrei farið frá honum en ég hef svona skammast mín stundum fyrir eitthvað sem ég hef gert eða klúðrað einhverju og svona bara dregið mig til hliðar og reynt að vera ósýnileg. Það hefur nú tekist allavega. En hér er ég enn og ég elska Jesú og hann elskar mig og ég á svo góðan pappa á himnum, Guð Faðir minn á himnum, sem ég fæ að biðja til í Jesú nafni á hverjum degi og þetta eru þvílík forréttindi. En mér fannst að ég ætti að tala, þetta var það sem að rifjaðast upp fyrir mér þegar ég kom hérna á græna trappbátunum með afa fyrir 35 árum síðan. En mér langar að fyrir mörgum árum síðan, ég held að það sé svona 12 árum síðan, þá ákvað Inga fór upp á Lind, Inga sem er að syngja, þetta er dóttir mín og lofsi Guð fyrir það og hún sagði mér langar að vera með þátt á Lindinni en hún alltaf ekki með bílpróf og svona þannig að ég sagði bara ok, við gerum það saman og þátturinn hét það sem ég hef gef ég þér. Það stendur í Biblíunni það sem lærisveinarnir komu að manni og þeir segja við hann það sem ég hef gef ég þér og það ætla ég að gefa ykkur í kvöld. Það sem ég hef, ég er ekki háskóla gengin og rosalega klári að standa hérna fyrir framan ykkur og tala en ég get það með Guð sjálf en það sem ég hef er reynsla mín, það er orðið, það er kærleika Guðs og það sem Guð hefur gefið mér til að ganga þessa göngu í 35 ár og Guð er góður og það eru mörg verkfæri í Biblíunni sem að nýtast okkur og ég tók saman okkur Biblíuvers handa ykkur líka og ég bara Guðmundum að setja það ég læti vita ég biði versin en mér langar að deila smá vitnisburði með ykkur þar sem ég gekk í gegnum ekki fyrir svo löngu og ég vonið hafið þolinmæði fyrir þessa sögu og ég lofi ykkur að það er góður endir og flesti sem að mörg ykkar sem þekki mig þið vitið það að ég hef unnið vann í nokkur ár hjá ABC Barnahjálp og hjálparsamtökunum og ég var stóra hluti af mínu starfi var að vera á vettvangi. Ég fór að heimsótti skóla og heimavistir, ég fór á vettvangi, ég fór að taka út skólana, fjárhaginn og bara, úttekt. En líka til að sjá hvað við ættum að byggja upp og hvort þetta bæti ykkur við og svoleiðis. Og þetta var þvílíkt forréttindi. En ég upplifði þegar ég fekk þetta starf, þegar ég var beðin að taka þetta að mér, þá upplifði ég bara, nei, ég hef ekkert í þetta að gera. Mér auðvitað dreymdi mig að ferðast og hugsa þeir að fá að vinna við að hjálpa börnum. Og í Afríku og Asíu og bara fólk í fátækt. Þannig ég sagði já, eftir ég upplifði það að Guð hafði komið með sín fyrir mig. Þannig ég trúði allan tíman og ég veit það ennþá að á meðan ég var í þessu starfi þá var ég með vernd Guðs og var Guð með mér. Hann fór undan mér, var með mér og hann var eftir mér. Og ég get sagt ykkur margar sögur og ég er að vinna semst á skrifstofu í Hafnarfirði og núna í haust þá var svona truth and dare, það var svona þema eitthvað í vinnunni og ég ákvað að segja truth and dare og ég sagði hvaða mörg
Ég sagði þeim frá því hvað maður pöddur og skordýr hafa verið inn í rúmi hjá mér eða inn í herbygginu þar sem ég hef gist og ég hef verið í Úganda, Burkina Faso og Kenya og Bangladesh og Pakistan og Indlandi og Filippseyjum inn á heimavistum og svona í mismunandi húsnæði og ég sagði að það hafi verið maurar og kakkalakkar og bjöllur og eðlur og snákur, einu sinni var snákur í klósettinu hjá mér og þið getur spurt Ingu vegna þess að ég náttúrulega tók alltaf allt upp sko og sendi Ingu eða krökkunum mínum og manninu mínum en stundum var ég náttúrulega bitin og stundum var líka eitthvað í matnum hjá mér þannig tvisvar var ég mjög alvarlega veik bara mjög alvarlega veik og var sett í einangrun allt og ég fekk svo slæma matareitrun og ég var bara lögð inn við einangrun en ég geti sagt ykkur margar sögur en það er mjög lærdómsríkt að standa frammi fyrir ógn eða upplýsingar ógn. Ég hef líka verið á stað sem að ég var bara í lífshættu og var í lífshættu. En ég einhvern veginn fann alltaf að Guð var með mér og ég treysti honum og þá var þetta traust sem að maður eignast með reynslu með því að klúra hlutunum og svo finnum maður þegar Guð heldur manni uppi eða lyftir manni upp eða gefur manni orði í Biblíunni þar sem maður segir bara, já ok, ég þarf að laga þetta. En stundum er það bara, Laufey, ég elska þig. Og þannig að hann hélt mér uppi allan tíma og eitt skipti stóð ég frammi fyrir því að ég var mögulega smituð af HIV. Ég þarf að snýta mér, afsakið. Því að hluta af starfinu var að ekki bara heimsækja börnin. Ég komst að því fljótlega að mörg barnanna voru smituð. En börn sem eru smituð af HIV eða lifrarbólgu, þau fengu ekki að vera inn á heimavistinni, en það þurfti að testa þau. En ég fór líka inn á heimilin til foreldrana og eitt skipti var ég búin að vera með einni móðir sem átti bara mjög erfitt og við grétum saman, við báðum fyrir börnunum og í sömu ferð þá var það líka þannig að ein mamman var í vændi og ég þurfti að bíða eftir henni meðan þetta var vinnan hennar. Ég þurfti að bíða eftir henni og ég var með börnin hennar 2 að passa þau á meðan. Þráin var með mig líka á meðan hún var að klára vinnuna, svo kom hún og þá fekk ég að vita við hvað mann sem ég vissi ekki meðan við biðum eftir henni heima hjá henni. Og svo bara tölum við saman það sem þurftum að ræða varðandi börnin og hvort þau fengi að fara inn á heimavistina og farið við það alls saman. Og svo sá hún bara, heyrðu, ég þarf að fara. Ég er með annað viðskiptavin. Og auðvitað var maður oft hugsi. Hún átti Jesú. Og hún sagði mér líka hvað segir maður? En hún var lasnælt að kannski segja ykkur þetta. En hún sagði mér verðmiðan. Hvað kostaði fyrir hann að lifa og allt þetta, líka matinn og hvað hún fengi borgað. Og stundum er rosalega skrítið að vera í þessari vinnu sem ég var og hugsa bara, Guð býtu, maður náttúrulega hugsa mjög oft bara, hvað ég að kvarta. En auðvitað hugsa maður líka, maður hugsa svo margt á þessum stað, Guð elskar hana. Hann elskar hana svo mikið. Og á öðrum stað í Burkina Faso kom inn á heimilið þar sem maðurinn átti 2 konur. Og þær voru sikkurum kofunum og hann var á milli út af því að þeim samdi mjög illa. Og það var mjög komist að hitta þar því að ég talaði við að báðar töluðu mjög illum hérna. En það sem gerist er það að maðurinn tekur á móti Jesú. Hann verður kristinn og hann stóð frammi fyrir þessari spurningu, hvað gerir ég við konar? Á ég losa mig við hinna og hendi henni út og hún á tvennt í boði, það er að betla eða vera vændi eða á ég að hafa þær. Hefur Guð náð fyrir mér að eiga og sjá þessar 2 konur? Ég veit ekki svarið, en hann svaraði honum og hann hélt báðum konunum
og vonaði það að þær myndi fyrirgefa hvora annari og eignast Jesú líka. En stundum maður í kringumstæðum og frammi fyrir fólki og eina sem maður getur gert að hugsa, Jesús, gef mér visku. Jesús, hvað í gangi hérna? Og ég fæ ekkert svar. Ég veit ekkert. En ég veit það að Guð elskar mig og hann elskar alla menn og konur. Sami hvaða kringumstæðum þau eru. Og Inga María, hún sagði mér svo góða setningu áðan sem að kveikta hans í þessu, sem að ég ætla að leyfa henni að segja frá bara seinna. En ég svo sem bara, já, ég sagði ykkur frá því, einu sinni lendi ég í þessum kringumstæðum að ég var mögulega útsett fyrir HIV og lifrarbólgu. Það var blóð. Það var þannig, ég skoðaði mig þannig að það gæti verið að það hefði farið inn í blóði hjá mér. Og ég kólnaði, mér leið illa, ég á Jesú, hvað gerist? Og ég fór og leitaði mér að sjálfsögðu, upplýsinga. Ég sagði engum í fjölskyldunni frá þessu. Náttúrulega bara alls ekki mömmu og ég vona að hún sjá þetta ekki. Þess að ég hef ekki sagt henni frá því. Vegna þess að hún vildi ekki ég væri í þessari vinnu. Henni fannst þetta agaleg vinna. Vegna þess að oft fekk hún að heyra hvað var í gangi. En ég sagði engum frá þessu nema lækninu mínum hérna á Íslandi. Og hún sagði mér það að bíði 6 vikur. Þessar 6 vikur, hvað haldið þið? Haldið þið að það er hægt að segja við mannesku sem þarf að bíða? Laufey mín, þú bara bíður bara rólega. Þetta kemur allt í ljós og það breytir engu hver niðurstaðan er. Hvað haldið þið? Bíður maður, mjög rólegur. Bara já, ég legg þetta bara til þér. Ég bara seti þetta í bankahólfið og hugsa ekki það og tekið þetta út eftir 6 vikur. Nei, það var ekki þannig. En ég og Jesú treysti Guði á Faðir minn á himnum, á yndislegt fólk í kringum mig sem trúir á Jesú og trúir á mátt bænarinnar og ég þekki Biblíuna fram og tilbaka og fullt af versum en ég bara óskup venjulegu miðaldra kona á Íslandi úr Hafnarfirði sem hafði ekkert svona bara, ég ekki búin að ferðast heiminn og predika og reka út í landa og þú veist, ég ekki þar. Þannig ég að sjálfsögðu, eða ekki sjálfsögðu, en ég bara var í þessum sporum að sumi dagar voru bara mjög erfiðir. Og sumi dagar, nætur voru þannig að ég vaknaði upp með andköfum. Vegna þess að ég á börn og ég á mann þegar ég var í þessum, þú veist, og barnabörn og ég var svo varkár og ég passaði mig svo vel. Varðandi ef ég var að gráta kom enginn nálægt mér að fengi enginn að sjá mig. Þegar ég kom hérna það, þú veist, ég var með allt á hreinu. Ég ætla að tala að læknir minn og hún sagði bara slakað á, þú veist. Það þarf ákveðnum hlutir að vera en þegar ég var á þessum biðtíma sem var svona blanda af von og ótta og óvissu og hugurinn minn fór endalistir hringi og ég ímyndaði mér alls konar útkomur, allar útkomunnar og bestu og verstu, náttúrulega. Og hjartað einhvern veginn þegar maður var að hugsa þetta var hjartað bara hugurinn á fullu en líka mér bara svona gat ekki hreyft sig en allt var á fullu. Þú veist, sérstaklega á nætuna, því þekki þetta. Þegar maður vaknar, þú veist. Nú ég að tala fyrir Kristi, vitið, þegar maður vaknar og var búin að sofa hjá einhverjum og maður hugsaði bara nei. Þetta var fyrir Krist, minning. En þetta svona, þú veist, stundum þá bara vakna maður og það bara rosalega vont. Ég reyndi að lesa og ég las alls konar greinar líkurnar þeirra að ég væri smituð og einkennin og svo þegar ég fekk einkenni sem var bara flensa, þá fór náttúrulega, þú veist, bara, ég var með var með allt á hreinu að finna ef ég fann fyrir einhverju.
þá var bara, já, ég er smituð. Og svo las ég einhverja grein og möguleikana og allt þetta og þá bara, nei. Svo talaði læknir minn og hún bara, nei, Laufey, það er mjög, mjög litla líkur á þessu. En ég, meðal annars, ég var með nokkur svona sviðsmyndir í huganum og allar 4 sviðsmyndinar enduðu með svona dramatískri tónlist. Annarkvort að ég þurfti að tilkynna fjölskyldinni og opinbera þetta fyrir, og það var svona dramatísk músík. Og svo hitt að það væri allt í lagi með mér, og það var náttúrulega önnur tónlist. En þetta var mjög svona, oft var þetta mjög dramatíst. Og ég get alveg verið það, sko. Og en á þessum 6 vikum, ég kom alltaf á mánudaginn. Og ég hlustaði mikið á efni. Og líka út af því að ég var búin að, ég búin að þekki Biblíuna út og inn. Og tók ég saman nokkuð biblíuvers. Og ég bara hafði á mér nokkuð biblíuvers. Hvað má maður setja upp fyrsta? Hvaða biblíuvers er þetta? Þetta var þetta biblíuvers? Ok, þetta var ekki biblíuvers, en þetta er mjög fyndið samt. Það stendur. Ok, við getum svo sem improvisera hérna. Hálensmjöri tunga hans en ófríður hjarta mýkri en olja eru orð hans sem þó sem brugðisverð. Þetta var ekki, það er næsta vers og eftir. En ég let hann fá þetta á korti fyrir samkomi og hann þurfti að handslá þessu öll inn. En það stendur í Sálmi 55, varpaðu áhyggju þínum á Drottin og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Aldrei að eilífu lætir hann réttláta mann rasa. Þetta var eitt af versunum. Og svo næsta. Drottin er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottin er vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Þannig ég tók þessi biblíuvers og ég svona bara borðaði þau. Og ég var það eiginlega að gera það vegna þess að þau svona stiltum af pínlítið. Og stundu rosalega mikið. En stundu því ég kom á samkomið þá var ég bara góð marga daga, sko. Og svo næsta vers þetta er allt úr Sálmunum. 34:19. Drottin er nálægur þeim sem hafa sundimar í hjarta, hann hjálpar þeim sem hafa sundin kramin anda. Og þá mér hugsað til vinkonu kvenna minna í Afríku sem ég var að segja ykkur frá. Og hann er nálægur þeim og það er allt í klessu, í hinu ytra. En hið innra er allt annað ástand. Og í Sálmi 91, hann skýli þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita, trúfasti hans er skjöldur og vígi. Ég notaði þetta rosalega mikið. Að hann vernda mig og það er líka í Sálmi 91 að tala örvarnar sem koma, og ég sé svo oft fyrir mér, það koma örvar á næturnar inn í hugan á mér og það er talað það og það eru örugglega fleiri sérfræðingar með það, að það er eitthvað í sambandi við að þegar maður sefur þá virkar ekki rökhugsunin og maður bara vaknar og maður er bara í algjöru rugli út af því að rökhugsunin næri ekki að stoppa bullið sem er hausnum á manni. Og svo Sálmi 23, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta, hann hressir sál mína. Og Sálmi 46:1, Guðrós hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Og ég gerði mig bara svona blað. Þið myndu örugglega yngri kynslóðin setja þetta bara í síman ykkar. Ég var bara með svona og ég bara á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Og svo söng maður náttúrulega, Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Og svo söng maður svona alls konar sálma. Þetta kom mér í gegnum þessar 6 vikur. Og eins og ég sagði ykkur í byrjun að þetta endar happy ending. Ég fekk niðurstöðuna, ég loksins fekk að fara í próf eftir 6 vikur og fekk niðurstöðuna að það var alltaf með mig eins og læknirinn var búin að segja. Og hún sagði mér strax að það var mjög litla líkur. En hvað er að okkur?
þér líka og þér líka og þér líka. Þið hafi öll verið þarna. Reynið ekki að segja eitthvað annað. Þið hafi öll verið þarna einhver tímann. Að það sagt að það mjög líklega líkur að þú ert ólétt eftir jólasveinin sem þið langar alls ekki að eiga barn með. Og þú ert bara búin að hugsa allt bara, ég örugglega ólétt eftir þennan. Oh my gosh. Og biðin, nú bara hægt að pissa okkur á stöng. Það var ekki hægt fyrir 30-40 árum síðan. Það þessi biðtími. Og ég skal segja ykkur það, að stundum fær maður líka hitt. Já, ég ætla að klára söguna. Ég sem sagt var ekki smittuð. En þessar 6 vikur, þetta var rosalegu tími fyrir mig persónulega. Náttúrulega alein í þessu með lækninum, ég sagði engum frá þessu. Og allt sem að fór í gegnum huga mér og hjarta mér, og ég geti bara þú veist, auðvitað hefur maður lent í alls konar í lífinu og gert hluti sem maður átti ekki að gera kannski og svoleiðis. En eftir ég eignaðist Jesú, þvílík breyting og hvað skiptir miklu máli að hafa Guð með sér í liði þegar maður að gangi í gegnum erfiðleika, veikindi, sorg, missi, vafa, alls konar. Hvað munar rosalega miklu að hafa Guð með sér í liði og hafa Biblíuna, hafa alla þessu gullmóla sem að hann gefur okkur. Manni, þú gleymdir að sýta klukkuna á mig. En allavega þá langaði mér að bara gefa ykkur það sem að ég hef, sem nú ekki mikið, en ég hef ýmska lífsreynslu að lenda í ykkur eða gangi í gegnum eitthvað og það lendir einhvern veginn þú veist, ég bið á hverjum degi og stundum þegar maður fær fréttir þá lendir það eitthvað hér, það lendir ekki í klessun í hausnum á manni, en þegar hausinn fer á stað að þá sækir maður lofgjörðartónlist, maður sækir Biblíuna, maður sækir orðið og ég með bara nokkrar útprentað en þið getur tekið mynd af þessu og eða viljið fá þetta í síman ykkar. En það breytir öllu og ég get sem sagt sagt það og ég stend hérna frammi fyrir ykkur og ég segi ykkur það. Ég skil ekki hvernig fólk fer að án þess að eiga bænina, reynsluna með Guði, kærleikanans, föðu kærleikanans, systkini mín í Kristi og ég veit ekki, þú veist, öll faðmlögin og bara, þú veist, gott að sjá þig. Svo hefur maður líka náttúrulega, þegar maður líka þessa reynslu og það sem að og ég vil Inga, þú verður að fara bráðum að stíga á sig og segja frá mörgum þínu vitnisburðum. En fyrir mörgum árum síðan þá vorum við inn á spítala og ég fekk ekki leyfi fyrir að segja þetta. Og vorum við inn á spítala, Landspítala og Inga mín var mjög veik. Og læknirinn kom og sagði, þetta gæti verið þrennt. Það gæti verið þetta. Það gæti verið þetta. En það gæti líka verið þetta og það er náttúrulega langversti möguleikinn og við reiknum nú ekki með því að verði það. En það er svona að versta sem gæti verið. Þannig við ákváðum náttúrulega að væri þetta fyrsta. Og þetta var mánudag. Svo var mjög erfið vika. Svo kom föstudagurinn. Og það komu læknir og hjúka og inn og það var alltaf versta. Og ég náttúrulega, Inga náttúrulega á trú og ég á trú. Og hvernig það þegar þú færð verstu út niðurstöðuna? Og þá, þú veist, þetta er svona öfugt við minn vitnisburð þennan sem ég var að gefa ykkur. Hún fekk verstu niðurstöðuna af þessum 3 mögulegum. Og henni var boðið fljótlega, eða okkur var boðið að hitta prest eða sálfræðing og Inga þarna, 17 ára gömul.
ég vil hitta prest. Það kom prestur held daginn eftir eða eitthvað, eða allan mjög fljótlega. Ég beið frammi og svo þegar presturinn kom fram, þá sagði hann, já, ég var bara tekin í gegn. Ég hef ekki nóg trú. Hún bara sagði mér að ég bara ætti að trúa. Og ég ætla að fá að fylgjast með þessari stúlku, sagði hann við mig. Og ég var bara, þarna gerðist eitthvað í hjarta mér, þar sem að ég var svona bara, hvernig á ég að bera barnið mitt í gegnum þetta? Og samfæran að Guð sé með okkur í þessu. En þá gat ég lagt það frá vegna þess að hún á persónlegt samband við Guð, á Jesú. Þannig hún sagði prestunum, heyrðu, ég var ekki inni, ég fekk ekki vita, en ég veit bara presturinn sagði við mig bara, já, ég var bara tekin í gegn með mína guðfræði. Það munar rosalega miklu að gangi í gegnum lífið og þið vitið það, sum ykkar hafa reynslu, 1, 2, sum ykkar hafa mjög mikla reynslu. Þar sem að þið hafa bara verið hrópandi á næturnar og spyrja bara, Guð, hvað ertu að meina? En svo þegar fara að lesa eða lofa Guð og biðja, þá kemur eitthvað svona ró yfir okkur. Þannig ég ætla bara að hvetja ykkur til að lesa sálmana eða þegar þið lendi í svona bara bæng, það sem að kippt undan einhver löpun. Lesið í sálmana. Þeir eru uppfullir af sálmum og ljóðum þar sem að fólk er að glíma svakalega upp á líf og dauða og þau lofa Guð. Uppáhaldssálmurinn minn, eða þið viljið skrifa hann niður, og hann var eins og mantra. Það er sálmur 103. Sálmur 103. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er. Hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur alla misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig með náð og miskun, hann mettar þig með gæðum, þú yngjust upp sem örninn. Sálmur 103. Endilega muni eftir þessum sálm og öllum hinnum. Ég er með, eins og segi, ég er með 3 útprent, 4 kannski. Svo er ég með Nýja testamentið og sálmana. Ég fer alltaf reglu upp í 90 og aðtökur sig til. Þetta er Nýja testamentið og sálmanir. Þannig það er einhverju 3 sem þurfa að fá það. Nei, þetta er líka. Orðskviðnir eru geggjaðir. Þannig að hér eru 4. Það eru einhverju 4 sem að hérninni sem þurfa að fá þetta. Og þannig takk fyrir, ég er ekki alveg búin með ykkur. Takk fyrir ykkur sem að voru að horfa á útsendinguna. Þegar hann ætlar að slökkva á útsendingunni. Það er Magnús.